Ágæti fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Við erum stödd í Nýs árið 2023. Móðir situr með barn sitt í fanginu og grætur á meðan það gefur upp öndina. Hún leggur frá sér hreyfingarlausan líkama ákami síns í grasið hliðina á þeim og gengur í burtu. Í örvæntingu sinni rekur hún upp óp og öskrar út í vindinn hví þetta hafi þurft að gerast. Allt í kringum hana liggja liðin í líf. Öll eru þau alsett kýlum og sárum á húðinni. Plága hefur gosið upp í Evrópu 2 mánuðum fyrr og gjörsamlega lagt heimsálfuna í rúst. Móðirinn vissi vel hverjum afleiðingar plágunar voru að kenna. Allir vissu það. Íslendingar. Fljótlega eftir að fullkóparinn hafði gett vatt við sig náðu vísindamenn að einangra lyf. Það var unnið úr hóstarkirtum dreka og virkaði fullkomlega bara til þess plága. Við framleiðslu lyfsins voru nauðsynleg efni sem einungis fundust á Íslandi og vegna annarra eiginleika var einungis hægt að framleiða það þar. En einn hengur var á. Íslendingar vildi ekki sjá dreka. Af einhverjum óútskýranlegum ástæðum hafði allur innflutningur dreka til Íslands verið bannað. Nágrannaríki Íslands reyndu til að gátu til að fá Íslendinga til að skipta skoðun, en allt kom fyrir resti. Íslendingar, fórnarlömb, skefjalus, áráður, streikahatara, brjóskir neituðu að flytja einn einasta dreka af 8 við dýr. Sem fór. Magnús sagði að drekar eru illgerðir. Ég get ekki ráð fyrir að Magnús sé nú grammafón til að spæra. Magnús segir að innflutningur dreka ætti að vera bannaður vegna salmonellusmits. En fordæmi eru fyrir því að salmonellu-lausri, eins og drekar, fái að koma til landa. Magnús, salmonellusmit áður það fullir. Þetta er fordæmi. Arnbjörn fullir þegar að drekar drepi alla. En eins og Magnús skilja ekki ráð fyrir þessu nokkra til að spæra á. Arnbjörn segir að drekar muni brenna allt. Ha? Engin skepna hefur betri tök á eldinum en maðurinn. Og ekki hefur viðar það. Nei. Góður gestir, þessi litla hryllingssaga sem ég sagði áðan er ekki dæmd til að rætast. En hún er ágætis dæmi hvernig hugsunarlaust bann við einhverjum ákveðnum hlut getur hlutfarsökum öllum til lífs. Við segjum að leyfa fyrir innflutning á drekum, höldum glugganum að minnsta kosti opnum, stýrum innflutningum eða flytjum bara dreka alls ekkert inn ef þeir eru ekki þörf. Það er hins vegar engin þörf til að algjörlega banna innflutningin. Þegar allt kemur til alls allt eða vita en við þurfum að drekum að halda. Virðulegur fundarstjóri, andmælenda þakk, góðir gestir og ágætu, elskulegur og allt kynasendi dómarar. Oscar Wilde sagði einu sinni, það eina sem er verra en elskandi dreki er konan mín. Nei, ég er að ljúga. Oscar Wilde átti enga konu, enda var hann snarjóður hommi. 18. aldar haffi haft með allan markkatalóginn á derinu. Hann sagði heldur aldrei einhver nýtti drekar, ég er bara að ljúga einhverju. En það virðist einmitt það sem þessi ræðikæmi gengur út í hér kvöld. Þessir upplituðu morfísnerðir sem sitja þarna hinum að halda að þeir geti staðið í pontu og plata fólk. Já, skröpa og jafnvel grínast. Með alvarlega hluti eins og eldspundi dreka. En lætur ræðileg Oddsson plata sig? Nei! Eldspundi drekar eru nefnilega ekkert svaka partí með MC Gauta og Black Rock. Þeir eru bara fucking eldspundi. Eldur kemur út úr munnunum á þeim. Hafa andmælin mínir ekki séð hrein og fær. Því það er það sem þeir eru að biðja gott fólk. Eldspundi dreka út allt, kveikjandi í motherfucking öllu. En nei, þeir eru svo miklir aumingjar að þeir fara bara barnasýningar í bíó frá 3 sunnudum með ömmu sinni til að sjá hvernig á að temja drekann sinn. Það eru ekki góðir drekar mí. Úps. Og það er alveg hægt að passa þess húki eld út allt. Mí. Bara Birkir, Gull og Helgi, mí. En það er bara ekki satt. Það er bara enn ein skröpulín frá þessum skúringakonum sannleikans. Það er ekki hægt að láta dreka hægt að spúa eldi. Það er bara það sem drekar gera. Hafði kallmenn, blasta einhver havanklöpp og drekast úr eldi. Þetta er lögmál alheimsins og einhverju afturvægt. Hreint nýju plötum með Bell og Sebastian Sigurðsson fylgdi morgunsnölda er ekkert að fara að breyta því. Birgis talaði að það væri hægt að fljúga allt á drekum, hvernig er það?
Flugstjórinn sem talar og ég mun ekki spúa elda þig og bara, ég mun heldur ekki borða jómfrúr á leiðinni. Áætlaði flugt með 2 klukkstundir. Gulli vildi rök fyrir því að drekar verður slæmur. Gulli, eldur, beittar tennur, kjötætur. Birgir sagði að það var hægt að nota dreka til að gera fullt af góðum hlutum. Það er líka hægt að nota sprengiefni til að gera góða hluti eins og að gera göng. En ólíkt sprengiefni þá höfum við ekkert vald á því hvernig að dreka leysa úr læðingi mátt sinn. Höldum okkur við hluti sem við ráðum við. Helgi segir að við höfum bestu tök á eldinum. Elskan, af hverju eru þá skógareldar út í Evrópu og við getum ekki slökkt á þeim? Helgi talaði það góðu stundir þegar barn deyr. Hversu mörg heldur að deyja af öllum dreka sem ganga besturskám, svaraði því. Góðir gestir, ef það væri drekur í landi þá væri kviknað í þessari ræðukeppni og dómarnir væri brunnir til ösku. Og við viljum það ekki, því að dómarnir eru sannlega frábærir og góðir og rétt sínar manneskjur sem við viljum taka þau til heim og búa til börn með.